Góðan daginn og ég vil fyrst og fremst þakka heilbrigðislausnir fyrir að ég fæ tækifæri að taka þátt hér í dag. Flestir á ykkur þekkja nú mig og CCQ en ég heiti Marja og ég er vörustjóri CCQ. Ég held að við öllum getum verið sammála að íslenska heilbrigðiskerfi er vel virkt og það í dag verið að vinna eftir góða leiðbeiningar og flestir eru vel upplýstir varðandi gildandi reglur. Verklagsreglur, vinnulýsingar, leiðbeiningar, já það tilheyrir daglegt líf hjá ykkur. En til að bera okkur saman með aðra aðferðir hjá öðrum löndum, þá stendur Ísland virkilega til fyrirmyndar og það er einmitt þessa fína orka sem við sem Íslendingum höfum að við getum gert þetta. Og við erum líka jákvæðir og opnar til að læra hvernig við getum gert enn betra á morgun. Og það verður einmitt markmið mitt hér í dag, þið eru öll til fyrirmyndar. Ég vil veita smá innblástur hvernig getur CCQ hjálpa ykkur. CCQ sem er geðastjórnarlausn í skýinu er nútímavæn og byggist að síðustu kynslóð geðakerfa og er með virkni sem gerir núverandi verklag enn betri. En látum okkur nú sjá hvað. Nokkrir af ykkur eru að nota CCQ í dag. Sumir er komin í pröfu, en hér má sjá nokkrir viðskiptavinir sem eru að nota CCQ. Það eru 8.000 selda leyfi og eins og þið sjáist, það er þetta notendur frá öllum geirum. Forritunarlega sé þetta draumaheimur því ef þú getur hanna staðlalaust sem gengur fyrir alla, þá er líka ávinningurinn líka til staðar fyrir alla. Að halda utan sérskriftir, já, það er oftast martröð fyrir forritarinn. CCQ, sem stendur fyrir Cloud Compliance and Quality, er notendavæn geðastjórnarlausn í skýinu sem er fáanleg í mánaðarlegri áskrift. Kerfi tryggir skjalafestingu og hlýtingu við kröfur eins og til dæmis ISO, GDPR, jafnlaunakerfi, en að sjálfsögðu líka aðra staðla, lög og reglugerðir. Og ég heyri frá núverandi notendur að upplifun sé nútímaleg og notendavæn lausn sem hægt er að nota hvort sem það er í tölvu, spjaldtölvu eða snjallsíma. CCQ sem er hannað frá grunni á Origo byggist á 25 ára reynslu í þróun hugbúnaðar geðastjórnun og stendur á mismunandi einingum. Við skráum ferla og allt verklag til dæmis í geðhandbókina, öll hugbúnaðarkerfi og eignir í eignaskrána og í áhættustjórnun það getum við metað þeim áhættur sem tengist okkur verklagi. Við getum vinna með ábendingar þar sem starfsfólk sendir inn ábendingum eitthvað sem má betur fara og í heppnastjórnun það getum við þjálfa okkur starfsfólk. En flesta þekka þetta, en það ekki. Og mjög margir af ykkur eru með ótrúlega mikið skjölum. Sum af ykkur eru með kannski 10.000 skjöl og þá er einmitt málin. Hvar eru skjölin mín? Það sem við hefum gert með CCQ er að við erum búin að hanna lesborð. Þetta er inngangurinn í kerfi og er aðlagað út frá notendan og hvaða hlutverk sem ég er að sinna. Hér má sjá til dæmis stjórnendalesborð sem er bara, vil fá púlsin yfir hvernig gengur reksturinn, hvað erum við búin að fá margar ábendingar, hvernig gengur vinnan við skjölin, hvernig gengur vinnan gagnvart GDPR og svo framvegis. En svo er þetta umsjónarmennin sem er eiginlega kóngulóin í netinu sem þarf að vita miklu meira. Hvaða skjöl er komin á endurskoðun, hvaða skjöl bíða mín samþykki, hvað skjöl á að gefa út, hvaða ábendingar er ég að vinna með, hvaða frávik eða áhættur og svo framvegis. Þannig að lesborðið hjá umsjónarmennin eru miklu stærri. En svo er þetta einmitt starfsmaðurinn sem þarf fljótt finna sínar upplýsingar. Það er ekki tími til að fara inn í stórt kerfi og leita langa leiðina eftir það verklag sem hann þarf að vinna eftir. Hér getur starfsmaðurinn vinna bara með sín skjöl, bara beint í símanum. Og svo er líka innbyggt staðfesta lestur, þannig að hann fær tilkynni nú er komið nýjar upplýsingar og stjórnendur getur hafa haft yfirsýn yfir að starfsmaðurinn hefur fengið þessar nýjar upplýsingar. Kerfið er fjöltyngt,
það á íslensku, sænska, ensku og pólsku og hér getum við þá nota aðgangsstýringana. Þannig að ef ég sem sænsk, ég get notað á skjölin sem á sænsku eða umfram kannski á pólsku og þá viðmótið allt á pólsku og þeim skjölin sem tilheyra verður þá á pólsku. Þannig að þetta einfaldar líka lífinu fyrir okkur sem kannski ekki talar íslensku. Gæðahandbókin hefur 2 sjónarhorn, það vinnubók og það útgefin skjöl. Og í gæðahandbókin eru klínískar leiðbeiningar, allir verkferlar, verklagsreglur og vinnulýsingar skráðar og þau skjöl sem eru útgáfustuð eða með innbyggðu samþykktarferli. Kerfið tryggir rekjanleika skjala og auðvelt að finna síðastu útgáfana því að í útgefna skjöl alltaf síðasti skjalið. Kerfið mín á það komið tíma til að endurskoða skjali og hér getum við setja staðfesta lestur sem tryggir það að starfsmaðurinn hefur fengið nauðsynlegar upplýsingar til sín. Það auðvelt að leita í CCQ. Við getum vinna eftir lesbara okkar, við erum með síur, við erum með sjónarhorn og svo líka innbyggð leit í kerfinu. Og svo þetta með staðfesta lestur og sérstaklega í tímum eins og í COVID-tímum þar kemur kannski nýjar upplýsingar á hverjum degi. Við viljum vera fullviss að starfsmaðurinn tekur til sig sína nýjar upplýsingar. Þess vegna getum við notað þetta staðfesta lestur. Leið skjalið gefið út, hann fær tilkynning í símanum og hann fær rauðan takka það sem hann staðfesti lestur. Umsjónarmenn þau fylgja með, búin að staðfesta lestur ekki og ég veit til dæmis eina viðskiptavin hjá mér. Hún satte vaktarinn af stað, ef starfsmaðurinn var ekki búinn að lesa skjalið innan við dag, þá var vaktarinn farið í gang og ef eftir 2 daga var ekki búinn að staðfesta lestur, þá bara hringdi viðkomandi. En mann hafði fullan stjórn yfir að starfsmennin virkilega hefur fengið síðustu upplýsingar. En skjölin sjálf, við getum vinna með texti, við getum vinna með myndir, við getum vinna með viðhengi, myndskeið og svo framvegis. Og hér ég líka frá núverandi notendur að þau upplifa þetta sem notendavænt. Við getum verið með nokkuð skjöl opið á heimasíðu og við getum jafnvel verið bara með alla bókina út á netinu ef við viljum það. En við getum stjórna hvaða skjöl sem á fara út á netinu til opin fyrir almennings. Ef við horfum til aðgangsstýringar, það mér umsjónarlega séð að hér getum við vinna með single sign-on sem auðvitað einfaldar umsjón starfsmanna sem kannski að færa sá milli deilda, kannski að hætta og byrja og svo framvegis, þannig að hér getur umsjónarmennin auðvitað skrá nýja notendur og koma því af stað. Ég var að nefna að þetta mánaðarleg áskrift þannig að það einfalt að byrja og þetta verður bara hluta af reksturinn og kostnaðin mjög sanngjarn miðað við öðrum lausnum sem til á markaðinn. Uppfærslur innifalið í lausnin og hún alltaf send út svona silent. Það þýðir að þú finnur ekki fyrir því að uppfæra og við gefum nýjar útgáfur út svona 68 vikna fresti. Það hægt að fá 30 daga pröfu og við bjóðum að sjálfsögðu upp á notendaaðstoð og ráðgjöf tengdri við innleiðingu á gæðakerfi. Mér langar að taka tækifæri og tala CCQ-stundin en þetta það sem við erum að gera á samfélagsmiðlunum hér og nú. Hér má sjá viðtal með Jórunn á Droplaustaðir en CCQ-stundin til á Spotify, SoundCloud, Google Podcast og svo framvegis. Og ef man googlar CCQ-stundin þá koma við upp. Og svo að loknum, það hægt að fá 30 daga pröfu. Þá getur þið farið inn á origo.is og undir lausnir finnið þið CCQ og það getur þið í fyrsta lagi lesa ykkur til lausnin, þið getur að horfa á myndskeið og svo getur það skrá ykkur það fyrir pröfu. Þannig að ég takka kærlega fyrir að þið hafið hlustað mig í dag og ég vona að ég heyri frá ykkur bráðum. Takk fyrir.